þá bara á fyrsta spjallfund ungra Pírata. Ég heiti Huginn Þór Jóhannsson og formaður ungra Pírata og verð fundarstjórinn hér í kvöld. Með okkar á fundinum erum við með Gunnhildi Fríði, rosalegan aktivista og frambjóðandi hjá Pírötum, og svo hann Þorvald Gylfason sem prófessor við hagfræði í Háskóla Íslands og sat í stjórnlagaráði við vinnslu nýrri stjórnarskrárinnar. Já, kannski að taka það fram, þessi fundur tekinn upp, þannig að það bara komið fram, og annars bara gefi ég ykkur orðið til þess að vera með eitthvað fyrirlestur eða eitthvað. Takk hérlega fyrir. Mér langaði að halda þennan fund af því að mér finnst þessi pæling mjög skemmtileg með mína kynslóð sem svona núna aðeins að átta sig á hvað nýja stjórnarskráin að gera og hvernig framtíðin svona gæti breyst fyrir okkur. Og það nú ekki langt síðan ég fór að pæla í nýju stjórnarskráinni. Það var örugglega fyrir bara svona tæplega ári, og það var þá sem svona ég byrjaði að átta mig á að við gætum átt þessa framtíð sem Norðurlöndin eru með, þar sem ungt fólk nýtur þessa fjárhagslegar þæginda með að fær borga fyrir að fara í nám og eitthvað svoleiðis. Og ég hafði alltaf áður verið að pæla í, af hverju erum við ekki með þetta svona? Það er einhver vilji og svona. Má ég sjá? Já, það er vilji til, en það er svona, það er einhvern veginn alltaf sagt eitthvað, það er ekki nóg peningur eða eitthvað svona. Það var eitthvað það vantaði eitthvað. Ég fór að kíkja á þetta og komst að þessu með nýju stjórnarskrána. Þetta væri svona, þetta er hluti af sögunni sem var eiginlega bara búið að þurrka út fyrir mér, og mér fannst svo merkilegt að koma þessu á framfæri og að við gætum átt framtíða sem við værum ekki alltaf að díla við eitthvað skandal árlega, bara samherjamál og allt sem einhvern veginn orðið bara svona klassískt Ísland, það kemur upp eitthvað nýtt og svo bara áfram og svo bara gleymist það og eitthvað. Þannig að mér langaði líka að blanda inn í umræðina hann Þorvald, og við hittumst nú fyrrarsumar einu sinni í skemmtilegum kaffibolla, og þetta helsti sagnarbanki Íslands með þetta mál, myndi ég segja. Og hann Þorvaldur kenndi mér eitt mikilvægt orð. Þú sagðir, við töluðum ætlum ekki að nafna, en hann kenndi mér orðið Moskvastarfir, sem gott að hafa í huga yfir því að það alltaf verið að reyna að taka einhvern punkt eins og Moskvastarfir í sjávarútveginum og reyna að gera það aðalmálinu og trufla þá þannig umræðina, og alltaf síðan frá hef ég bara hugsað Moskvastarfir bara þegar einhver að tala og fyrir að nefna eitthvað fáránlegt sem enginn skilur, Moskvastarfir, þú ert bara eitthvað að bulla. Þannig að ég aftur þakka þér fyrir það, en mér langaði bara að opna kannski aðeins hjá þér. Hvað þið fundist, ekki gaman að sjá núna loksins að þetta orðið aftur svona hitamál hjá ungu fólki bara, já, síðan í haust? Mér finnst dásamlegt að verða vitni að því hvernig bæði ungt fólk og konur og bara alls konar fólk hefur lifnað til nýrrar vitundar málið. Málið sofnaði aldrei, því að það hafa verið gerðar reglulega skoðanakannanir fylgi almennings við nýju stjórnarskrána, alveg síðan stjórnarskráin nýja var lögð í dóm þjóðarinnar í þjóðaratkvæðagreiðslunni 2012, og þær hafa allar sýnt óbreyttan, óhagganlegan stuðning tveggja þriðjuhluta kjósenda við þetta. En samt sem áður hafa andstæðingar stjórnarskrárinnar haft nauman meirihluta á Alþingi síðan, og það er bara vegna þess að í alþingiskosningum fleira til umræðu heldur en stjórnarskráin ein, og það er þessi vegna sem þjóðaratkvæðagreiðslan sem fjallaði stjórnarskrána eina var svo gríðarlega mikilvæg. Það er mikilvægasta og merkilegasta kosning í sögu landsins, ekki bara fyrir það að þar var stjórnarskráin ein til ákvörðunar og þar með talin tvö mikilvægustu ágreiningsmál íslenskra stjórnmála marga áratugi og jafnvel aldrei aftur í tímann. Annars vegar kosningamálið sem snýst vægi atkvæða, jafnt vægi atkvæða,
og hins vegar auðlindamálið. En þessi mál hverfa alltaf við skugga alls konar annara mála sem eru blásin upp fyrir kosningar og þess vegna í raun og veru ekkert rökrænt ósamræmi milli þess að stjórnarskráin nýja njóti yfirgnefnandi stuðnings í þjóðaratkvæðagreiðslu en lendi á jaðrinum í alþingiskosningum og þess vegna það svo alvarlegt brot af hálfu alþingis að hafa hunsað þjóðaratkvæðagreiðsluna 2012, úrslit hennar, enda hefur slíkt aldrei gerst í nokkru lýðfrjálsu landi svo lengi sem elstu menn muna. Og þess vegna getur sú niðurstaða ekki fengið að standa og ég bara treysti því að ef við sem eldri erum dugum ekki til þess að lenda þessu skipi í höfn, að þá muni þið gera það sem yngri eru. Ég vona það nú og að þetta fari að koma á næstu árum. En þetta er rosa rétt hjá þér þess að þú segir með alþingiskosningarnar að það sé alltaf verið að blása upp þessi svona litlu mál þannig séð fyrir kosningar, en svo líka við höfum ekkert svona almennilegt vægi hvað varðar nýju stjórnarskrána og þessi stórmál þegar kemur í kosningunum, að því við erum alltaf að kjósa 100 mismunandi mál. Við erum að kjósa skatta og nú erum að kjósa COVID og loftslagsmál og alls konar. Og svo að þú veist, stjórnarskrá eigi líka að vera inn í því. Það er það skrýtna sko og sérstaklega. Og það hangir enn meira á spýtunni vegna þess að rannsóknir sýna að þjóðaratkvæðagreiðslur og þjóðfundir kalla fram annars konar hugsun í hugum kjósenda heldur en kosningar. Og munurinn þessi að í kosningum eru stjórnmálaflokkar að bítast hilli kjósenda og þeir hafa fullar hendur fjár og þeir smala kjósendum og kjörstað og þess aftar. Og þá ganga kjósendur gjarnan að kjörborðinu sem liðsmenn eða hugsanlegir liðsmenn eins flokks eða annars. En í þjóðaratkvæðagreiðslum og þjóðfundum að þá koma stjórnmálaflokkar ekki nálægt. Stjórnmálaflokkarnir voru ekki sýnilegir í þjóðaratkvæðagreiðslunum nýju stjórnarskrána 2012 og þá gengur kjósandinn ekki sem flokksmaður að kjörborðinu, heldur bara sem einstaklingur sem að hugsa það hvað honum fyrir bestu og hans fjölskyldu og hans afkomendu. Og þetta skýrir að miklu leyti í mínum huga misræmið milli úrslita þjóðaratkvæðagreiðslunnar nýju stjórnarskrána 2012 og svo alþingiskosninganna sem hafa leitt andstæðinga stjórnarskrárinnar beint upp úr Panamaskjölunum í ráðherrastóla á Alþingi. Einmitt. Það er rétt. En núna er ríkisstjórnin að framkvæma sínar eigin breytingar á stjórnarskránni og sumir munu segja eitthvað svona að þau séu að taka eitthvað svona smá af nýju stjórnarskránni og innleiða þetta hægt og rólega og þannig sé ekki eitthvað svona óvissa, það er alltaf að tala það. Hvað eiginlega segir þú við því? Þau eru ekki að því. Leynt og ljóst ganga þau annarlegra hagsmuna, ýmist eigin hagsmuna eða hagsmuna borgunarmanna þeirra í hagsmunahópunum. Sko, það eru 2 einstök ákvæði í nýju stjórnarskránni sem yfirgnæfa önnur af því að þau eru langmikilvægust. Og annað er jafnt vægi atkvæða og 67% kjósenda lýstu fylgi við jafnt vægi atkvæða í þjóðaratkvæðagreiðslunni 2012. Ekki jafnara vægi atkvæða, heldur jafnt vægi atkvæða. Og þetta hafði þjóðfundurinn einnig árið áður, 2010, sagt einnig í sínum niðurstöðum. Og svo staðreynd að við erum að fara að halda einar alþingiskosningarnar enn með ójöfnu vægi atkvæða, gerir þær ólögmætar í mínum huga. Það er verið að brjóta gegn lýðræðinu með því að halda nýjar alþingiskosningar trekk í trekk sem í ósamræmi við vilja þjóðarinnar eins og hann birtist í þjóðaratkvæðagreiðslunni 2012. Þjóðin vill jafnt vægi atkvæða. Þjóðin vill ekki að sá sem kemur upp úr Hvalfjarðargöngunum norðanmegin sé allt í einu komin á svæði þar sem atkvæðin veiga 2 sinnum þyngra heldur en atkvæðin við suðurenda ganganna. Og hitt málið er auðlindamálið. Sko, þjóðin á samkvæmt lögum og það er ítrekað í nýju stjórnarskránni sameiginlega eignir og ein mikilvæg slík sameign þjóðarinnar er auðlindin í sjónum og hún er metin á stjarnfræðilega háa fjárhæð og bara það sér hver íbúðareigandi eða eigandi annar hluta sjálfan sig í því að maður leyfir ekki tengdamömmur sinni að leigja íbúðina sína út bara fyrir 5% af réttu verði.
Já. Það fer enginn þannig með eigin fjármál, en nákvæmlega þannig fer Alþingi með þessa sameiginlegu þjóðareign og hefur gert í 30 ár. Og þetta bara verður að stöðva. Enda sjáum við það að afleiðingarnar af þessu ástandi sem hefur varað núna í 30 ár ekki bara efnahagslega, það ekki bara rotnun heilbrigðiskerfisins og svo framvegis vegna þröngrar fjárhagsstöðu. Heldur líka stór pólitískar því að stjórnmálamennirnir hafa með einu pennastriki búið til nýja stétt auðmanna sem eiginlega eiga sér engan líka í nálægu löndum nema meðal ólígarkana í Rússlandi. Þetta eru menn sem sölsa undir sig önnur fyrirtæki í rekstri sem þeir ber ekkert skynbragð á og þeir eru byrjað að sölsa undir sig fjölmiðlana og þetta mun bara halda áfram því að græðgin þekkir engin takmörk. Ekki hér heima og ekki heldur í Rússlandi og annar staðar þar sem að þessi vandi uppkominn og þið sjáu bara afleiðingar þess í Namibíu. Þar sem að 3 heldri starfsmenn helsta útgerðarfyrirtækis landsins hafa verið hvattir til þess að mæta fyrir Hæstarétt til þess að svara til saka. Þeir eru sakaðir stórfelldar mútugreiðslur og aðra glæpi og fjárbúðun og það eru mörg lönd sem dragast inn í þetta. Og ef þetta ekki nóg til þess að opna augu þjóðarinnar fyrir því að þessu verður að linna, að þá veit ég ekki hvað þar til, en ég sannfærður að Namibía punkturinn yfir og við getum horft björt fram á næstu 2-3 ár þegar að niðurstaðan í því máli liggur fyrir. Já, einmitt. En sko, þannig erum við með, við viljum að fólk pæli í þegar það fara að kjósa, að það pæli í þessum stóðum og þessum grunnpælingum eins og með atkvæði að vera jafnt og svona stóru málin í staðinn fyrir þessi litlu pólitísku mál og sem við kalla það svona að mynda einhver svona stjórnarskrárstund þar sem fólk svona dregst aðeins aftur, tekur skref frá þessum raunveruleika og peningamiðaða raunveruleika sem við lifum öllum í og pælum aðeins í gildunum. Hvernig fáum við fólk og hvernig sköpum við þannig samfélagslegar aðstæður? Já, þær sköpuðust hér eftir hrun. Sko, bandaríska stjórnarskráin frá 1787, hún varð til sko eftir að Bandaríkin tóku sér sjálfstæði á loknu byltingastríði gegn breska konginum. Og þannig getum við farið land úr landi og öld fram af öld að venjulega eru stjórnarskrár skrifaðar í framhaldi af slíkum atburðum. Þannig að það engin tilviljun að það komst þessi mikla hreyfing á kröfuna af nýja stjórnarskrá eftir hrun. En skaðinn sem erindrekar hagsmunahópana á Alþingi unnu, og það má segja að þeim hafi tekist það að hluta, en ég lofa ykkur því að þeim mun ekki takast það miklu lengur enn, skaðinn felst í því að þeim tókst að draga þessa stjórnarskrárstund á langinn. Og þannig að sumt fólk sér ekki jafn skýrt núna að þegar að efnahagsskaðinn af völdum hrunsins að baki og minning sem fyrir fölnandi, að þá kannski finna menn ekki sömu brýnu þörf og þeir fundu strax eftir hrunið til þess að skoða stjórnskipulegar undirstöður lífsins í landinu. Og sko það ein setning í aðfararorðunum sem að segir eiginlega allt sem segja þarf. Og hún nær yfir þessi 2 mikilvægu ákvæði sem ég nefndi, annars vegar kosningaákvæðið og hins vegar auðlindaákvæðið. Og það bara upphafssetning aðfararorðanna. Bara við sem byggjum Ísland viljum skapa réttlátt þjóðfélag þar sem allir sitja við sama borð. Hvort heldur í kjörklefanum eða í ráðstofun auðlindarentunnar og svo framvegis. Og þetta bara kjarni málsins og afgangurinn eiginlega bara útfærsluatriði. Já. Og þess vegna svo fullt af fólki sem brennandi áhuga á undirstöðunni í stjórnskipuninni eins og ég hef, engan áhuga á flokkapólitík, ég hef aldrei komin nálægt henni, hef enga þörf fyrir það. Já. Einmitt, já. Svo ég væri rosa til í það sko, en svo dettur maður inn í flokkapólitík til þess að ná svo fram sko. Já, ég veit það og það rýður á að gott fólk eins og þú sé í herbergjónum þar sem að lögin verða skrifuð til þess að tryggt sig að þau samrýmist nýju stjórnarskránni. Já, það fyrir ykkur að henda sér í þetta. Eyðileggingaröflin mun anda ofan í hálsmálið á okkur, það ekki minnsti vafir ef það sýnt að hingað til sko. Já, en sko, mér langar að spyrja aðeins út í, nú umræðan líka búin að vera mikið hagsmuna
hagsmuni í umræðinni og þetta byrjaði allt með ummælum Ásgeirs seðlabankastjóra með að hagsmunaöfl stjórni Íslandi að miklu leyti. Manni langar svo mikið að trúa því innst inni að hver og einn stjórnmálamaður á Íslandi sé í alvörinu að berjast fyrir réttlátu samfélagi, þú veist. Ég hef á fjölskyldu sem bara mikið sjálfstæðisfólk og þau eru bara besta fólk og það alltaf upplifun margra. En þegar maður talar þessa hagsmunahópa og þú veist að ríkisstjórnin sé eitthvað svona að fara eftir þeim, þú veist, hvað erum við að tala um? Ég bara, ég held að margir séu forvitnir að það alveg óneitanlegt að þetta sé þarna, ég meina Samherji á Morgunblaðið og Sjávarútvegurinn og en þú veist, það í alvörunni þannig að þau eru bara að fylgja þeim hagsmunum, veist, þetta kannski svona tribalismi að vissu leyti, að þau séu bara að fara og fylgja þeim hóp sem þau tilheyra, eða þú veist, hvað í gangi? Ég í alvörunni forvitin, sko. Og því betur sem ég kynnist kynbálkapólitíkin í Afríku, ég hef komið til 20 Afríkulanda, þeim betur finnst ég mér skilja Ísland. Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, gamall nefandi minn, ágætismaður, og hann sagði út af fyrir sig ekki annað en það en daginn sem ég sagði í 35 ár, en það er bara fínt að það fjölgi í sveitinni, það er bara mjög gott. Nei, Ísland, ástæðan til þess að við þurfum að hafa kröfuna að allir sitji við sama borð í upphafs málsgrein aðfara orða nýju stjórnarskrárinnar sú að við höfum ekki fengið að sitja við sama borð. Og ráðstofun auðlindarindunar er æpandi dæmi þetta, en misvægi kosningaréttarins sem hefur gengið tekið allt of langan tíma að leiðrétta í smáum skrefum sem hafa verið of fá og of stutt, annað dæmi þetta. En svo bara margt annað sem bara menn þekkja á eigin skinni. Hvernig menn þurfa að hringja í einhvern vin sinn á Alþingi til þess að komast til læknis. Þetta dæmi það bara síðast í gær, þetta gamla Ísland sem enn í gangi. Og sögur af þessu tagi myndi ekki lenda inn á borði hjá manni ef allir sætu við sama borð. Og það þetta sem að nýju stjórnarskránni ætlað að tryggja með útfærslu í lögum á hugsjóninni jafnræði, allir sitji í sama borð. Og það ekki bara einstök ákvæði eins og kosningaákvæðið og auðlindaákvæðið sem að skipta hérna höfuðmáli, heldur líka hugsunin sem að rennur eins og rauður þráður í gegnum þann þriðjung textan sem nýr. Því að 2/3 hlutar eru bara að heita má óbreyttir frá lýðveldisstjórnarskrárinni frá 1944. Og það þetta, þannig reynt að tryggja valdmörk og mótvægi. Að bandaríski fyrirmynd, þannig að dómstólar séu óháðir framkvæmdavaldinu og löggjafarvaldinu og svo framvegis, þannig að séu traustir eldveggir á milli en ekki innangengt. Traust til dómstóla bara grundvallaratriði og bandaríski dómstólar eru ekki öllu leyti til fyrirmyndar að minni hyggju, en þeir eru hátíð hjá íslenskum dómstólum, enda sína skoðanakannanir Gallups og annarra að það ekki nema 3. hver maður eða svo á Íslandi sem treystir dómstólum. Og þetta afar alvarlegt veikleikamerki. Og svo bara þegar lýðræðið dvín og þegar molnar undan því og þegar það sætir árás jafnvel af hálfu Alþingis eins og þegar það hefur núna vanvirt þjóðaratkvæðagreiðsluna frá 2012 í 9 ár, þá bara birtist það í minnkandi trausti almennings til stjórnvalda og minnkandi trausti fólks hvers til annars, og þetta birtist í hækkandi spillingarvísitölum sem eru birtar með vaxandi þunga og ná yfir fleiri lönd úti í heimi og þarna stendur Ísland bara frammi fyrir veruleika sem að við þurftum ekki að hafa áhyggjur af áður með sama hætti. Það svona hengur alltaf saman á bara einhverjum bláþræði og þetta lýðræði sem við tökum bara sem einhverju sjálfsögðu og við ímyndum okkur alltaf að verði bara meira og meira lýðræði í heiminum. Það getur líka tekið skref tilbaka sem svo, það eitthvað ekki inn í okkar heimsmynd. Það furðulega að í Afríku sem var bæli einræðisseggja lengi, að þar hefur lýðræði verið í stórsókn síðustu 20 ár, meðan það hallar undan fæti í Bandaríkjunum, þar sem bara annar stóru flokkana
bara situr á svíkaráni við lýðræði. Þeir gerðu misefna tilhundi valdaráns og eru núna republikanar að eyða öllu sínu púðri í að skerða atkvæðisrétt, löggumanna og annara. Og svo smitar þetta út frá sér. Ég menna það eru 2 lönd inn í Evrópusambandinu sem eru til stórra vandræða vegna mannréttindabrota. Og það er Ungverjaland og Pólland. Og þetta er bara eins og hver sýking sem getur breiðst út með smiti. Og í þessu skjóli kunna þeir að skáka þessi íslensku stjórnmálamenn sem halda að þeir geti bara hort framhjá og hunsað ábendingar að innviðir íslensk lýðræðis séu að veikjast. En þeir eru að veikjast og það er stór hætta á ferðum og langvænlegasta leiðin til þess að snúa dæminu við, snúa vörn í sókn, að það er staðfesting nýju stjórnarskrárinnar og ég bara treysti því að loknum kosningum næst, þó að þær verða vísu ólögmætar eins og ég lýsti á það, þá myndist nýr meirihluti á Alþingi sem bara drífur í þessu og tekur síðan til aðra hluti. Hvað þarf að gerast til þess að það geti gerst? Bara að innleiðana að fyllust. Hvar er lokamyndin? Lang einfaldast er að mynda nýja ríkisstjórn á Alþingi, staðfesta stjórnarskrána eins og hún var samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslunni og hefja samdægurs nýja endurskoðun. Svo að sjónarmið þeirra sem urðu undir í þjóðaratkvæðagreiðslunni 2012 fái smám saman að koma í ljós. Og þá bara vona og tryggja að nýja endurskoðun tæki ekki 75-80 ára eins og þessi síðasta, heldur kannski bara 10, 15, 20. Það er eðlilegt finnst mér, eins og mörgum stjórnarskrárfræðingum annars staðar, að stjórnarskrá sé endurskoðuð á þetta cirka 20 ára fresti. Ok, já, það er mjög... Hver kynslóð þarf nýja stjórnarskrá? Hver kynslóð þarf nýja stjórnarskrá? Það er alveg rétt. Og ekki til þess að margir svona segja ræðið sem kannski eru lögfræðingar sem segja eitthvað svona, já, en þá verður einhver óvissa eitthvað svona þannig, en stjórnarskrá það er bara gildin í samfélaginu. Þetta er ekkert eitthvað lögfræði tækni bull, á ekki vera það. Og það er það sem held ég, er ekki alveg ennþá inn í heimsmynd margra hér lendis, að stjórnarskrá er bara hún getur verið hvað sem kannski ykkur öðru landin hún einhver lögfræði tækni bull, en hér getur hún verið svona samfélagssáttmáli sem við bara erum öll sammála Stjórnarskrá er hvergi og á hvergi að vera lagatæknileg. Prestar og pípulagningamenn hafa alveg jafn mikið stjórnarskrá að segja eins og lögfræðingar og aðrir. Það er alveg rétt. Af því, eins og þú segir, hún er samfélagssáttmáli. Á að vera það. Nú er hér á fundinum mikið af ungu fólki sem kannski svona aðeins að peppa að byrja að taka þátt í þessu. Hvað er ráðleggur okkur að gera með bara núna höfum við 6 mánuði fram á kosningum? Hvað ættum við að nýta þá í til þess að tryggja kannski að við fáum eitthvað meirihluta sem vill nýja stjórnarskrána og til þess að koma þessari umræðu að halda henni í lofti og aftur halda þessari stjórnarskrá stund á lofti? Ég ætla að svara spurningunni í tvennulagi. Fyrst ætla ég að segja þér hvað ég myndi segja ef ég væri á útifundi á Austurvelli eða Arnarhóli eða eitthvað. Það væri fólk allsstaðar, ekki bara Píratar. Þá myndi ég segja, gæti þess að greiða engum flokki atkvæði í þingkosningunum nema hann taki skýra afstöðu með þjóðinni eins og svo afstæða birtist í stjórnarskrármálinu 2012. Og þar með erum við að útiloka að minnst 2 eða 3 stjórnmálaflokka, ekki kjósa þá, segi ég. En þið eru náttúrulega flokksmenn í Pírötum og þá segi ég bara við ykkur, haldið ykkar striki, þið hafið haldið þessu máli á loft, umfram aðra flokka eins og ég les stöðuna sem bara gegnum fréttir og þess áttar og það virði ég mjög við ykkur. Ég segi haldið ykkar striki, myndið ríkisstjórn með flokkum sem eru sama sinnis og þið þetta mál og gangi frá málinu en verið jafnframt meðvituð það að til þess að það sé hægt að þá þurfið þið að ganga frá málinu strax á fyrstu vikum nýs þings og boða nýjar kosningar. Og það er það sem að hinir klikkuð á því að þau vildu endilega sitja fullt kjörtímabil út og áttu sig ekki á því að þá myndi stjórnarskrárstundin lengjast og áhuginn dofna. Og þannig var þetta gert áður
á fyrri stigum, bæði 1900 og til dæmis síðast 1959 og þannig þarf að gera þetta nema menn vilja endilega komast hjá þessu en þá lenda menn í svolitlu vandræðum því að þá þurfa menn að lögleiða nýja stjórnarskrá án þess að það sé í fullu samræmi við fráfarandi stjórnarskrá. Það er að vísu ekkert stórmál, það var gert 1944 og þannig var það gert síðast, þannig það væri engin goðgá svo sem, en hitt væri snyrtilega. Og ég bara segi við ykkur og aðra að ef þið gerir þetta svona, þá vinnið þið stórsigur í kosningunum eftir þetta, það er að segja 2 mánuðum eftir næstu kosningar. Því að fólk mun kunna virða það við ykkur að þið takið ekki eigin hagsmuni að hanga út þið sem að náðu kjöri á þingi til út kjörtímabilið. Heldur takið þjóðina og stjórnarskrána fram yfir ykkur sjálf. Það er sigurvænlegt í stjórnmálabaráttunni held ég. Þetta er svona pínus að Lord of the Rings, að þú ert með hringinn, vilt ekki gefa honum upp, en það þarf að gera til þess að eyðileggja hringinn. Frábært. Mér langaði að spyrja þetta í eitt. Það eru langflestir á mínum aldri eru orðnir svakalegir róttæklingar í COVID og allir bara farnir að pæla í hvað í andskotanum við séum að gera með þetta samfélag. Og langar ekki mikið að breyta samfélaginu. En þá þarf kannski fyrst að breyta gildum samfélagsins eins og hún Margaret Thatcher kenndi okkur þótt að við séum ekki að harma eftir henni. Þá var hún með ákveðan punkt þarna að þá þurfum við að breyta gildum samfélagsins til þess að breyta því fyrst. En hvernig tengist það COVID? Ég skildi þann punkt ekki. Já, nei, að allir séu orðnir pínu svona róttæklingar í COVID af því að við erum búin að vera sittlandi inni að svona pæli í... Já, meiri tíma til að hugsa, ok? Já, en hvernig, hvað er það svona sem, þessi helstu punktar með hvernig okkar framtíð gæti breyst ef við værum með nýja stjórnarskrána? Mér finnst gott að tala um þetta við bara fólk sem þekki, hey, ef við værum með nýja stjórnarskrána þá væri landið svona. Hverjir eru þessi helstu hlutir sem myndu breytast fyrir þá kannski sem eru nýjir sem eru að koma og eru kannski svona aðeins bara að byrja að pæla í þessu núna? Þeim myndi fjölga sem að finna sig í því að þeir eiga heima á Íslandi og eru Íslendingar. Þeim myndi fækka sem finnst að mismununin sem að leiðir af því að við fáum ekki öll að sitja við sama borð að bitni á þeim. Þeir myndi finna það ef að kosningarétturinn er jafn báðum megin við Hvalfjarðargöngin. Og þeir myndu finna það í auknum fjárráðum ríkisins til þess að efla innviði samfélagsins, heilbrigðisþjónustu og velferðarþjónustu og menntamálun og svo framvegis með því að leysa til sín arðinn af auðlindinni frekar en að ausa honum í örfáar fjölskyldur sem fara illa með hann eins og dæmin sína. Og bara þau leggur þetta saman að þá tel ég að þetta muni skipta sköpum. En aðal ástæðan til þess að þetta er mikilvægt er samt ekki þessi fjárhagslega ástæðar sem að hverfist auðlindarentuna og svoleiðis, heldur bara spurningin líðan fólksins, spurningin að finnast að réttlætinu hafi loksins verið sæmilega fullnægt. Það hefur vantað upp á það á Íslandi langt umfram Norðurlandaþjóðirnar hinar og við erum eftirbátar þeirra á of mörgum sviðum eins og alþjóðlegar tölur sína og við viljum ekki verða viðskila við þær. Við viljum eignast aftur fastan sess í norrænu fjölskyldunni, flest okkar viljum það og þetta er greiðfærasta leiðin til þess úr því að tækifæri gafst eftir hrun. Einmitt, það væri náttúrulega frábært. Já, og svona gildi samfélagsins verði, mér finnst sko, eins og þau verði svona eins hlýlegri einhvern veginn, að bara horfir á gömlu stjórnarskrána þá er svo mikið svona, þetta er svo kalt, þetta er svona pínu svona karllægt og tæknilegt og óskiljanlegt fyrir den almenna borgara en nýja stjórnarskráin miklu svona móðurlegri gildi einhvern veginn í henni með. Ég tek undir þetta, leyfðu mér að segja þér sögu. Já. Þegar við afhendum forseta Alþingis
frumvarpið að nýju stjórnarskránni í lok júlí 2011. Þá var það gert við mjög látlausa athöfn í Iðnó. Já. Við vorum þarna 25 fulltrúar sem hefði verið kjörin til þessa verks og hafði tekist til ljúka því á 4 mánuðum. Og svo kom forseti Alþingis og tók við skjalinu og þá gerðist það sjálfkrafa að við þessi 25, við brustum í söng. Við sungum Ísland á öðrum skorið. Eitt okkar byrjaði lágri röddu og þeir sem stóðu við hlið þess sem byrjaði, tóku undir og við enduðum eins og næstum því alvöru kór. Við lukum laginu og því miður held ég að þessi ekki til kvikmynd af þessu. Já. En við vorum hrærð og það að þetta skildi gerast af sjálfu sér, að það segir mér talsvert tilfinninguna sem að baki bjó. Akkurat. Og ég bið þig að nefna mér dæmi samskonar senu á Alþingi. Ekki gert. Nei. En hvernig... En þar ganga bara svívirðingar ef ekki kjaftsök á milli manna. Já, en list og svona söngur hefur spilað til stóran hlut í þessari baráttu, sérstaklega þú veist í stjórnlagaráði og mætti kannski tengja saman bara, núna aftur list í formi grafs og síðan listin komið aftur og þá svona byggist upp þessi stjórnarskrárstund. En þið voru með, var það sagt þetta var svona stjórnlagaráð, þetta var svona hirðskald eða hvað? Já, sko, Ómar Ragnarsson var auðvitað einn af þessum 25 meðlimum og hann stjórnaði, hann var söngmálastjóri stjórnlagaráðs, já. Og þá oft var það þannig að við lukum deginum með samsöng og til þess að ná okkur niður og allavega og svo gamla reglan þessi, það ræðst enginn gegn syngjandi manni. Söngur mjög beitt vopn í stjórnmálabaráttu. En svo var þarna líka hljómsveit. Okay. Og hún skemmti á okkar samkomu. Þetta var alvöru rockband með professional hljóðfæraleikurum og söngurum. Þannig að það var mjög vel séð fyrir listrænni hliðstarfsins og gerði það miklu skemmtilegra og skilaði okkur held ég betra frumvarpi en ella hefði verið. En nú sé þú að tala stjórnlagaráð og ég líka, að þá lít ég nú svo á að það skipti ekki lengur neinu máli. Það sem að skiptir langmestu máli í ferlinu ekki stjórnlagaráð, þó að það er ágættu verk að mínum dómi. Heldur hitt að það var haldinn þjóðfundur 2010, þar sem allir Íslendingar 18 ára og eldri höfðu jafnan möguleika á að fá sæti og það skilaði eftir kúnstarinnar reglum niðurstöðum sem meðal annars fólu í sér jafnt, ekki jafnara, heldur jafnt vægi atkvæða og auðlindir í þjóðareigu og ýmislegt annað. Og við í ráðinu lítum á það bara sem skyldu okkar að búa til nothæfan texta sem að kæmi þessum niðurstöðum þjóðarinnar í gegnum þjóðfundinn til skila. Og síðan tókst okkur að knýja fram þjóðaratkvæðagreiðslu málið. Andstæðingunum tókst að vísu að tefja þjóðaratkvæðagreiðsluna en þeim tókst ekki að koma vekk fyrir hana. Og hún skilaði niðurstöðu sem var alveg skýr, 2/3 hlutar kjósenda með og 1/3 á móti og það hefðu átt að vera endalok málsins. Með öðrum orðum, það eru þjóðfundurinn og þjóðaratkvæðagreiðslan sem eru hryggjarstykkið í þessu einhverju allra lýðræðislegasta stjórnarskrárferli sem heimssagan kann frá að greina. Við vorum bara einn partur af ferlinu, eins konar miðlar eins og þú segir, við skiptum engum máli lengur. Akkurat, skemmtilegt, vá, mér langar að spyrja út í ég hef bara heyrt sögursagnir af þegar talaði andstæðingar þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Heyrt sögursagnir og mér langar að spyrja hvort það sé sannar með að það hafi verið umræða að halda þjóðaratkvæðagreiðsluna á sama tíma og forsetakosningarnar, en svo voru ákveðnir hópar þar á þingi sem sögðu nei, við skulum halda hana sér, en svo þegar kom að því að auglýsa hana, þá var það líka fellt niður, þannig að allt var gert til þess að það myndi sem fæstir mæta. Er þetta rétt? Þetta er alveg hárrétt og ég geti sagt þér miklu meira en ég ætla að láta það bíða þangað til að við erum búin að staðfesta stjórnarskrána. Þarna gerðust miklir atburðir bak við tjöldin sem ég á eftir að greina frá. Jémen.
Já, ok. Ég hlakka til einn daginn. Sko, Ok. þú verður að muna að ástæðan til þess að ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur og hún var mjög einörð í afstöðu sinni með því að nýja stjórnarskráin næði fram að ganga. Hvíldi á því að það væri hægt að hafa mikla kjörsókn samhliða forsetakjöri. En andstæðingarnir sáu að þeir þurftu á því að halda sér þjóðaratkvæðagreiðslu síðar í þeirri von að kjörsókn yrði minni, þannig að hægt væri að reyna að gera lítið úr þjóðaratkvæðagreiðslunni með skírskotun til lítilla kjörsóknar. Enda þótt ekkert í íslenskum lögum veiti nokkra heimild til slíkrar túlkunar. Einmitt, að bara, já, reyna að finna eitthvað. Þeir voru kannski búin að finna á sér að þeir myndi ekki koma vel út í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Ef þeir höfðu báru eitthvað skimbrað á það sem var að gerast og þá hefðu þetta skilja það, já. Vá, maður. Það svo klikkað og þetta er eitthvað sem fólk ekki að tala um, að þetta hafi gerst og að, sjávarútvegurinn eigi Morgunblaðið, það er andjóks, ég talaði um eitthvað, veistu á sjávarútvegurinn á Morgunblaðið? Ekki bara Morgunblaðið. Hvaða blaðið líka? Já, nei, ég bara tala um bara ástandi í samfélaginu yfir höfuð. Já, ekki bara Morgunblaðið mitt. Lestu til dæmis ef þú ert ekki þegar búin að því bók Ólínu Þorvarðardóttur það hvernig reynt að þagga niður í háskólamönnum og rithöfundum og þess aftar ef þeir dansa ekki eftir pípum útgerðarhagsmunanna. Þetta er hálf sovjast ástand. Já, þessa bók Ólínu sem heitir Spegill fyrir skuggabaldur þurfum allir píratar að lesa. Ok, spegill fyrir skuggabaldur. Já. Ok, já, það er sumar framundan sem við getum nýtt í alls konar og þú ert það rétt að þú ert að nýta það vissuleyti til þess að kæra eitthvað fyrir Evrópudómstól meðan við erum í kosningabaráttu. Getur það? Það eru þreifingar uppi það, já. Vegna þess að tvö helstu ákvæðin, þessi sem við byrjuðum að tala um í upphafi fundar, var það mannréttindi. Þar sem erlendir eftirlitsaðilar hafa lýst misvægi atkvæða í alþingiskosningum á Íslandi svo að það feli í sér mannréttindabrot. Og mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna hefur lýst fiskveiðistjórninni á Íslandi þannig í bindandi áliti frá 2007 að úthlutun aflaheimilda feli í sér mannréttindabrot, það er að segja mismunun. Og stjórnvöld hafa ekki brugðist við þessum ábendingum utanfrá og jafnvel ekki bindandi áliti mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna. Og það er þess vegna nauðsynlegt að vekja athygli þar til bærra dómstóla í útlöndum á því hvernig Alþingi og stjórnvöld á Íslandi umgangast mannréttindi. Og þetta vita margir útlendingar ekki og það er mikilvægt að koma þessari vitneskju á framfæri við þá og það er mikilvægt, finnst mér, að reyna til þrautar að fá erlenda dómstóla til þess að fjalla málið. Sko þetta er gert í stórum stíl þegar Hæstiréttur þykir fella vafasama eða ranga dóma hér heima, að þá er þeim áfrýjað til þar til bæra dómstóla úti í Evrópu og Hæstiréttur hefur fengið margan skell þar og það bara heldur áfram alveg í stríðum straumum og það bara endurspeglar dómsmála menningu hér sem er gegnsýrð af miklu og nánu sambandi milli dómskerfisins og framkvæmdarvaldsins og pólitískra hagsmuna og þessu þarf að bregðast við, þessu þarf að linna. Og þess vegna finnst mér að það þurfi bæði í sambandi við kosningaákvæðið og enn og aftur í sambandi við auðlindaákvæðið að láta þau mál koma til álita hjá erlendum dómstólum sem þau eru bærir að fjalla. Takk hérlega, já. Þetta er merkt mál að dæma og mikilvægt. Já, bara lögin eru, þetta heitir globalization of law á ensku, þess að lög ná yfir landamæri og samanber það að Namibía er að negla samherja
Einmitt. Þið muni hver neldi Pinochet, morðingjan og hershöfðingjan sem var forseti Síle. Það var spænskur dómari og Scotland Yard. Þessu mál eru svo erfið heima fyrir að það þarf erlenda hjálp til þess að leysa þau. Já. Og Síle einmitt nýlegt dæmi það. Hvað, ef það eru, ég ætlaði bara að segja, að það eru spurningar úr hópnum, þá getið þið skrifað þau í chatið, já, með endilega gera það, og sömuleiðis ef það er eitthvað í streyminu, má henda því inn. Eitt sem langar að spyrja því varðandi auðlindaákvæðið, af því það er svona, það helsta sko með að það er eins og það vanti fordæmi af auðlindaákvæðið, hvað við myndum gera, en það er til fordæmi, eins og til dæmis með norsku leiðina. Og síðast þegar ég fór einu svona í útvarpsviðtal sem ég og hún Heiðrún Lind, vinkona mín, formaður samtaka fyrirtækja sjávarútvegi, sagði bara að þetta væri ekki sambærilegt af því að Noregur flytur út, þarna fór hún að tala um einhverja möskvastærð, sko, hún fór út í eitthvað algjörlega tæknilegt og sagði bara nei, þetta er sambærilegt. En er þetta ekki sambærileg leið? Er eitthvað sem er að stoppa okkur frá því að taka bara peninginn og annarkvort gefa hann bara til fólksins eins og Alaska gerir eða að setja hann inn í heilbrigðis- og menntakerfi? Að sjálfsögðu. Það sem Norðmenn gerðu strax við sína olíu bara fyrir 50 árum. Það sem ég og aðrir höfum sagt á Íslandi í 40 ára að við ættum að gera við fiskinn. Það er bara vegna þess að fiskurinn hér, hann gegndi hliðstæðu hlutverki og olían gegnir í Noregi. En íslenskur sjávarútvegur er ekki sambærilegur við norska sjávarútvegur vegna þess að norskur sjávarútvegur er svo lítill fjörlegur. Og þess vegna eru Norðmenn með óhagkvæmt kvótakerfi í fiski af því að þeir bara hafa efni á því. Þeir myndi ekki hafa efni á því að fara eins illa með olíuna og þar þau ekki fyndist þeim að vera ranglátt. Það er að segja, þeir umgangast olíuauðinn sem þjóðarauð og gæta þess vandlega að engin mismuninn komist þar að, en svo sést á því að orðið olíukóngur og olíudrottning eru óþekkt í norskum orðaforða. Einmitt, ok. Já, meðan kvótakóngar og kvótadrottningar og sægreifar eru meðal algengustu orða í íslenski stjórnmálaumræðu. Já. Og þetta bara skilur milli feigs og ófeigs. Og það er með allra mestu ólíkindum að menn skuli hafa horft fram hjá þessari hliðstæðu öll þessi ár, af því hún æpir á mann. Við erum að tala um Norðmenn. Já. Nánustu flendur okkar að vinni. Og þeir gerðu þetta rétt. Þetta er fárlegt og það var eitthvað sem bendi mér á sko, ég held að það var þáttur á RÚV sem var að tala um sko í kringum 1990 þegar þau voru að tala um hvort það ætti að hleypa fyrirtækjum að eða takt í þjóðareign. Það voru nákvæmlega sama umræða og var hér og er hér í dag, þú veist, hvað með fyrirtækin sem eru búin að vinna svona mikið fyrir þessu og hvað með, þú veist, arðinn og eitthvað, þetta er bara alveg eins og fáránlegt sko að við séum ennþá hér. Jú, menn byrjuðu með að sjá því á síðasta ári að arfleiða börnin sín að þjóðareigninni sem að þeim hefur verið skömmtuð. Og ef það ætti ekki að vekja menn til umhugsunar þá veit ég ekki hvað þyrfti annað en kannski Namibíu. Alveg rétt, má ég sjá, eru komnar spurningar, sjá, Robbi, þú kannski, ef það er eitthvað frá streyminu, máttu henda hér inn á, eða ef einhver opna sinn mikrofón og spyrja bara opið, þá er það opið. Já, meðan þið eruð að hugsa ykkur langar með að segja ykkur eina stutta sögu. Já. Ég sat að kvöldverði hjá öldruðum listamanni vinni mínum og talið snerist nú aðalega tónlist, en svo vildi hann tala stjórnarskrána. Og hann lagði frá sér hnéfapörin og horfði beint í augun á mér og sagði, Þorvaldur minn, datt ykkur ekki í hug að bjóða þeim að halda þýfinu gegn því að staðfesta nýju stjórnarskrána? Og ég varð að segja við hann, því miður ekki mitt að bjóða. Halda þýfinu, hvað áttu við? Það getur varla þarna skýringar. Nei, ég skil ekki. En menn sölsa undir sér þjóðareign, að þá er það ekki rétt með því. Já, að bjóða þeim að halda þjóðareigninni ef við fá nýju stjórnarskrá. Nei, kannski kom brandarinn öfugur út mér. Við erum að tala líka um hrunhýðið manstu sem að streymdi hingað inn í boði Seðlabankans eftir hrun og svona. Já, ok. Með öðrum orðum,
Sko, ég vil ekki þurfa að túlka brandarann, enda brenna þér alltaf af eða þarf að skýra þá, en leyfum mér að bæta því við, sko, að þeir sem hafa barist harðast gegn nýju stjórnarskránni, þeir hafa nú ansi misjafnt mél í pokanum. Minna Panamaskjölin, hrunþýfið á rauðum dreglum inn í landi gegnum Seðlabankann eftir hrun. Allt góssið sem þeir hafa komist yfir vegna þess að Alþingi afhendi þeim þjóðareignina á silfurfati. Eitt samheiti yfir allt þetta er þýfi. Það er það sem að listamaðurinn átti við, held ég. Og þá var spurningin þessi hjá honum, hefði mátt gefa þeim, leyfa þeim að halda einhverju af þessu gegn því að staðfesta nýju stjórnarskránna. Hinn kosturinn auðvitað sá að við sækjum þetta allt saman til þeirra aftur. Og gæti enda með því. Hann fundið. Skemmtilegt. Ég kom með eina spurningu sem er hérna frá Alberti. Hefur verið metin sú vinna sem þarf að fara í varðandi lagabreytingar og uppfærslur á lögum eftir að nýja stjórnarskráin er samþykkt? Þannig þá ekki að tala sko með að það þurfi kannski að endurskoða einhverja dóma eða svoleiðis. Hver er sú vinna og hefur hún verið metin? Nei, hún er ekki verið metin svo ég viti, en það þarf að breyta ýmsu í lögum, en duglegur nýr þingmeirihluti ætti að geta gert það á einu kjörtímabili. En það var einhver, ég man að var ein stelpa á Instagram sem sagði mér sko að kennarinn hennar, lögfræðiprófessor í HÍ, hafi sagt að þetta væri ekkert góð hugmynd af því þá þurfti að endurskoða alla dóma, bara yfir höfuð, bara allir dómar sem hafa eitthvað með nýja stjórnarskrá að gera, er það ekki rétt? Nei, dómum verður ekki breytt eftir á. Nei, nákvæmlega, en þú veist að sé ekki nýjir dómar getur orðið öðruvísi en gamlir dómar ef að lögin hafa breyst í middeltíðinni og stjórnarskrá. Já, það er bara eðlilegt. Ég furða mig á því hvað kemur mikið af falsrökum og vitleysu sem er höfð eftir kollegum mínum sem kenna í lagadeild háskólans. Það er beinlínis vandræðalegt. Já, maður verður að minna sig á að lögfræði er ekki vísindi. Það er hægt að fá 2 mismunandi rétt svör eða þú veist, það er hægt að hafa rangt fyrir sér þótt og sérlega. Let's not get started on that one. Það kemur ein spurning frá Huginn. Hver er besti kaflinn í stjórnarskránni og af hverju? Aðfararorðin eru besti kaflinn vegna þess að þau segja allt sem segja þarf. Hitt er bara útfærsluatriði. Einmitt. Minni á að aðfararorðin eru á Spotify með henni Leiló, syngur þau afskaplega fallega. Mjög skemmtilegt að hlusta á. Já, ef einhver vill ennmjóta mækinn sinni eða eitthvað þá er það bara alveg opið. En já, ég kannski bara bið að lokum Þorvaldur heilræði frá þér. Hvað við sem ungir Píratar getum gert eða ef það eru aðrir ungir Píratar á fundinum, bara við sem styðjum nýju stjórnarskrána, hverju eigum við að einblína okkur, hvað eigum við að einbeita okkur á næstu mánuði að kosningum? Sko, haldið ykkar striki, haldið fast við þann ásetning að komast í ríkisstjórn með flokkum sem að sammælast að staðfesta nýju stjórnarskrána bara á fyrstu vikum þingsins og neitiði lags vegna ykkar sérstöðu til þess að ná til kjósenda með þessum nýju miðlum á tölvum og þess háttar sem hinir eldri ráðsettari flokkar sem eru hagvanari í Panama heldur en í Reykjavík eiga erfiðara með. Þarna hafið þið forskot sem að þið ættuð að geta nýtt ykkur. Hvernig fáum við ég veit að svo mikið af ungu efnilegu fólki sem myndi vera til í þetta en þau eru kannski komin svona pínu í flokkinn sem annarkvort mamma og pabbi er að kjósa eða sem þau byrjuðu í. En ég veit og ég hef svo mikla, ég er svo mikla jákvæða trú á minni kynslóð með að ef ég myndi setjast niður með langflestum, myndi langflestir vera til nýju stjórnarskrána. Hvernig getum við myndað svona aðeins meiri kannski
svona miðju að þetta sé það sem okkar kynslóð vill, í staðinn fyrir að kannski endurtaka þessa rosalega flokkskiptingu með nýju stjórnarskrána sem hefur pínu átt sér stað. Já, nú ég ekki viss af því að ég óvanur stjórnmálastarfi að ég sé góður ráðgjafi þetta. En bara talið saman, rökræðið málið og áttuð ykkur á því að þó að þið séu kannski ekki sátt við öll einstök ákvæði nýju stjórnarskrárinnar, þá það aukaðið. Það enginn. Já, það enginn. Það enginn maður á landinu sáttur við þau öll. Já. Aðalatriðið það að þjóðin hefur samþykkt þetta og þá hlýtur það að standa. Sko aðalkostur lýðræðisins, umfram önnur stjórnarform sá að það býður upp á lausnir sem við verðum samkvæmt reglum leiksins að una og sætta okkur við. Jafnvel þótt við teljum að þær ekki vera réttar eða bestar. Þetta lykilatriði og þess vegna ásá þriðjungur sem varð undir í þjóðaratkvæðagreiðslunni 2012 að sætta sig við ósigurinn og taka fegins hendi því tilboði að endurskoðun stjórnarskrárinnar hefjist sama daginn og hún verður staðfest. Sko hinn kosturinn að menn níðist á lýðræðinu. Ég tala nú ekki að lenda í einhverju fáræðisástandi eða jafnvel einræði. Því þá verða til lausnir sem mönnum ber ekki endilega að virða, af því að þeir ekki lýðræðislegar. Og þá stutt í að slíta sundur friðinn og það bara má ekki gerast. Og þetta bara hryggjarstykki lýðræðisins og þess vegna það svo hörmulegt að Ísland með sína löngu og fínu lýðræðishefð skuli núna í fyrsta skipti standa frammi fyrir ögrun á hendur lýðræðinu og af sjálfu Alþingi. Við það má ekki búa. Einmitt. Þetta fallegur, held ég, útgangspunktur. Eitthvað sem einhver vill nefna að lokum eða ef þú ert með einhver loka orð, Þorvaldur? Ég segi bara að við verðum á fullu í sumar og starf Ungra Pírata verður mikið fjallað þetta og allir velkomnir að taka þátt á alla mismunandi vegu. En þú með einhvern útgangspunkt, Þorvaldur? Ég segi bara gangi ykkur sem allra best þegar við staðum ykkur mjög vel í þessu máli og öðrum hingað til og ég bara óska ykkur allsins besta. Ég ætla aðeins að fá að grípa inn í. Hrefna með einu spurningu síðan. Já. Hrefna? Já, heyrðu. Spurningum, það talaðum oft á Alþingi að það séu verið að vinna með drög stjórnlagaráðs og að það sé verið að gera ákveðnar breytingar á þeim, það þarf að breyta sumum mistökum, lítilsvægar breytingar og svo það náttúrulega auðlindaákvæðið sem stærri breyting. En hvað finnst ykkur þessar litlu breytingar sem Alþingi að gera sem eru bara leiðréttingar eða skýringar á orðalagi eða eitthvað svoleiðis? Að hvaða leyti ætti Alþingi að vera að bregða frá niðurstöðum stjórnlagaráðs? Alþingi ætti ekki að breyta einum stafkrók, ekki frekar en stjórnlagaþingið, ekki frekar en Bandaríkjaþing breytti stafkrók í frumvarpinu frá Fíladelfíu 1787. Sko, þjóðin stjórnarskrárgjafinn og Alþingi setti málið í eins lýðræðislegan og fína farveg eins og hugsast gat og það getur ekki leyft sér að rífa málið upp úr þeim farvegi bara til þess að þóknast borgunarmönnum sínum í sjávarútvegi. Það nær engri átt og það á sérstaklega við auðlindaákvæðið sem algjörlega bitlaust eins og Alþingi ætlar að ganga frá því. Það bara myndi festa í sessi óbreytta skipan og það tilgangurinn. Bara lengt og ljóst, en þessar smábreytingar líka, þeim bara ætlaði bara að rugla málið. Frumvarpið var þaulkennt, orðalagið og svo framvegis fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna 2012 og meira segja á þinginu heilan vetur eftir hana og það bara fyrirsláttur ef menn telja sig þurfa að það snurfusa það eitthvað frekar. Ok. Þetta allt voða skemmtilegt.
eigum við ekki bara að fara að segja þetta gott? Ég hugsa það. Við erum með þetta, ég vil bara þakka þér kærlega fyrir Þorvaldur, fyrir bæði innblásturinn og heilræðin og sögurnar. Það alltaf gaman að heyra þér tala og ég vona nú að þú hafi látið hárin á einhverjum rísa sem kannski hefur ekki heyrt þetta orðað svona skarplega áður. Veistu að ég öllu vanur, ég hef haldið ræður í Valhöll og nú ég hjá ykkur og ég farið yfir allan skalan fram og tilbaka. En ég verið að játa mér meira gaman að tala við ykkur heldur en þegar ég var höll, sko, með fullri virðingu fyrir þeim. Svo þakka ykkur kærlega fyrir að hafa mig í kvöld, ég hef reglulega gaman af að heyra ykkur. Takk kærlega fyrir að koma. Gangi ykkur vel.